Finnur tapinn í dag, hvernig metur frammistöðu þíns liðs í dag? Ég held bara að vera mætt lið sem spilaði betur við á nánast öllum vígstöðum. Þannig að það var eiginlega, já, Íslandingar voru bara einfaldlega töluvert betri við í dag og því fór sem fór. Það var jafnt framan af, hvar finnst þér vera vendipunkturinn í þessu leik? Ég finnst þið bara í allan leikinn verið vandamál að stoppa og þeir eru öflugir bakkararnir hjá þeim og það er svona frekar lágvaxlið, kröftugt með góða bakkara og það er kannski þau lið sem eru búin að lenda í mestu vandræðum með eru þannig skipuð og Íslandingar eru bara að hlaða einu helviti gott mót og við hefum getað spilað töluvert betur en já, svo fór sem fór þessu. Klísjan að menn verið sattir þegar þeir eru svona búin að ná stóra markmiðinu, hún ekkert í staðar í dag. Nei, ég held að enginn verið sattur en kannski svona smá spennufall. Ég meina við náðum stóra markmiðinu okkar í gær og ég held að allir hafi viljið verið í að gera sitt besta en þú veist allt frá sóknarfrákostum hjá þeim, lausir boltar, ákvarðanatökur, svona einbeitingaskortir hér og þar og annað slíkt. Ég held að það fór allt og margt úrskeiðis. Framöndan leikinum 15. í 8. sætið. Ekki freistandi að fá að mæta Frökkunum á morgun og hefna sín? Jú, við bara, hún fyrir upp í næsta leik. Það er fúlt að geta ekki komist þannig aðeins lengra áfram í þessu en við tökum bara því sem að höndum ber og nú er það bara að komast inn að ná 15. sætinu. Hver sæti sem við komum ofar er harra heldur við nokkuð tíma ná þannig að það eitt og sér er stórt dæmi og hvort sem það verður frakkar eða serbar þá erum við að fara að spila með þetta hörku körfubolta þó og það er hitt markmið ykkur í þessu að fá að spila á mótið þeim bestu, fá að mæta góðum leikmönnum og verða betri. Það eru 5 strákar á þessu liði sem er að fara mjög líklega að verða hérna á næsta árið þannig að öll þessi reynsla sem kemur inn núna hún mun skila sér hvort sem það er í félagsliðunum heima eða í landsliðunum framtíðinni þannig að við erum ennþá miklu að keppa. Bara rétt í lokin, náttúrulega 8 leikúrslit, sviðið er stórt, það eru njósnarar hérna á stærstu liðum Evrópu og jafnvel í Bandaríkjunum. Hvað viltu segja við leikmennina sem er að koma inn í þennan hóp á næsta? Ég held að þið sem heima sitjið og horfið á að það þýðir ekki að byrja að vinna á morgun eða hinn, þið byrjið í dag, farið í salinn, liftið, heilbrigt lífverðni, verðið sterkari, við sáum bara munina á bökkurunum í Ísrael í dag og okkur að þeir eru líka með sterkari, miklu fastari fyrir, eigið öllum ykkar aukatíma í salnum að æfa, að vera að hugsa ykkur. Ég held að þetta er stórt svið og þetta er risa tækifæri fyrir þá 12 leikmenn sem verða hérna ári og ég held að menn muni sjá það eftir alla æfi ef þeir leggja sig hérna fram og setja ekki allt sitt til þess að gera tilkall í sæti.